eitthvað þetta. Og þá kom náttúrulega þetta svona eins og lúpínan og svona, gaman að hendi svo svona inn í umræðina. Fólk annarkvort sko með nagladekkjum eða móti nagladekkjum. Það ekki. Já, svo erum við sem erum hvort, mennum ekki að pæla í því sko. Ertu á nagladekkjum? Ha? Ertu á nagladekkjum? Nei, ég er nagladekkjum í mörg herrans. Ég sé enga tilgangu því að þú á nagladekkjum. Já. Það er vegna ferðalagan og norður. Þeir eru nú að fá smá vetur. Það er annað lóðslag þar og þar hefur verið snjór á köflum í vetur. En samt að hafa verið bullandi vandræði til dæmis með skíðastímann í Hlíðarfjalli. Þið voru að tala sko framleiddan snjó og fyrir norðan var það þannig þegar ég var fréttamaður á Akureyri að þá þurfti 3 stiga frost til að þið gætu framleitt snjó. En kannski hefur tækninni fleygt eitthvað fram síðan, ég veit það ekki. En þetta eru búsifjar fyrir skíðavertíð Akureyringa sko, sem hafa verið. Já. Hvenær er vetrarfrí í skólunum? Þeir þá missa mikið eða verið ekki með snjó. Já, og sko þetta hangir þar allt saman, leikhúslíf, restaurantar, skíðin, ferðalögin sko. Ef einn hlekkur brestur þá fer keðjan sko. Fjölskylda fólk sem hefur bara hérna verið sunna sko, margt sko sem er bara fastan lit. Akureyri í vetrarfríinu sko, skíði. Já. Svo rignir ekkert, því þetta getur haft efnahagslega áhrif á Akureyri, en svo rignir ekkert og það hefur líka efnahagslega áhrif, vegna það getur leitt til þess að munið ekki fyrir svona 3 árum að þá var verið að skammta, þá var Landsvirkjun eiginlega í vandræðum með að standa undir rafmagninu. Það var svo lítið í öllum lónum. Nú lítur samt að þá sko bráðnaði eitthvað. Nei, jöklarnir bráðum ekki, það er frostarn uppi. Þú henti einu jökli í Þórisvatn. Já. En það eru ágallar við svona gott veður. Ég reyndi að komast að í Vesturbæjarlaug í gærkvöld og jú, ég komst þar fyrir. En það var ekki afgangur af því. Maður þurfti bara að vera svona, sko. Ég man í gamla daga þá var til ráðu því og maður sérstakann lit og svo var maður bara kallaður upp úr. Mun ekki því? Nei, ég man ekki þar þessu. Við höfum ekki þurft að halda fyrir norðar. Nei, það er skammtað. Já. Heyrðu, en er eitthvað meira í fréttum? Er eitthvað að gerast í þinginu? Já, sko, sumir segja að þegar hann Símsen, Jón Pétur, hældi Ingu Sæland, menntamálaráðherra, fyrir það hvernig hún tjáði sig menntamál í dag með gagnrýnum hætti, sem sagt. Þá þegar hann hældi hann á hvert reipi þá sögðu gárungarnir að það var ígildi þess að fá kost dauðans. Ég skal nú ekki það að segja en hún náttúrulega tók upp ég sá hann í Kastljósi og hún talaði bara eins og hann. Já, þau eru bara mjög líkri skoðun. Hún tók bara upp gagnrýnina. Já. Og ég minnist það ekki að hafa enst vel, ég hlustaði á samtal hennar við formann Kennarasambandsins og við höfum náttúrulega talað við skólafólk hérna út og suður, fram og tilbaka sko. Og mér finnst þessi gagnrýni frá viðskiptaráði Jóni Pétri og fleirum, mér finnst hún ekki standa sko. Nei. Við sko rökin á móti vera sko miklu öflugri og sterkari sko. Það var sérstök umræða þetta stöðu grunnskólana í dag á Alþingi og sitt sýnist hverjum en þetta er ansi mikið í umræðinni sko. Ég sá hálftíma hálfvitana störf þingsins í dag ekki allt en sá Sigmundur Ernir félagi okkar sjáuð ekki friðinn hann var að reka ofan í Jens Garðar Helgason með hvað þetta allt fínt sko senda bara palestínu fólki aftur heim og Simmi getur haldið þrusuræður og gera það í dag hann sagði honum til syndana alveg bara Það var til að í borginni að taka upp svona hálftíma hálfvitana óundirbúnar fyrirspurnir. Já. Því var hafnað. Já, það er hugleysi. Finnstu þetta til eftirbreytni, til útflutnings? Mér finnst að almenningur eigi í gegnum minnihlutana að hafa rödd. Já. Og svona fyrirspurnir. Já. Og maður meira þessu, við erum í flestu löndum meira af þessu til þess að opnir, fundir, þingnefnda og fleira. Sammála. Og lítið þessu hjá okkur. Já. Sammála. Þetta er samt sem áður, þá koma oft góði punktar hjá fólki sem ekki endilega tengdur málum inn í þinginu. Ekki rétt? Jú. Björn, þú ætlar að tala við Skúla Braga Geirdal. Já. Var hann ekki að vinna hjá Fjölmiðlanefnd? Jú, Netvís sko einhver undirdeilt. Fjölmiðlanefnd búin að eignast barn? Já, hún er búin að eignast barn. Jesus Christ. Sem varaþingmaður Framsóknarflokksins. Og
Já, hann hann skamma almenning fyrir að kunna ekki lesa fjölmiðla? Nei, við förum nú víða völl í þessu spjalli. Það náttúrulega áhugavert, þú hefur nú oft fundið að því, Smári, að það sé ekki endilega eðlilegt eða heilbrigt að frétta aðgangur að miðlum eins og Vísi og MBL sé frýr. Það ekki í kringum okkur. Nei, og þessi samnorræna könnun eða skýrsla sem er núna búið að vinna, sem ber saman íslenskt fjölmiðlaumhverfi og skandinavískt, hún sýnir að þetta hefur nú ýmsa ágalla í för með sér eins og þú hefur verið að benda á, þótt sumir kallið þetta forréttindi fyrir almenning. Þannig að við ræðum þetta, við ræðum fjölmiðlalæsi Íslendinga sem er dapurt, bæði krakkarnir og ekki síður 65 ára plus. Þú myndir nú ekki geta hangað þá sem hata byrjendalæsið á því að 65 ára plus, þeir séu ekki læsir á fjölmiðla. En Það eru við. Það ég líka. Nei, ég er ekki alveg komið þangað. En sem sagt, en við förum... Það ekki aldurslaust. Ég veit ekki einu sinni hvað ég er gaman. En af því ég er orðinn 60. En býtu, á hverju fólk 65 og eldra ólæst á fjölmiðla? Já, það það að gera ekki greinamun á legum og raunverulegum fréttum og það er svona tölvu, óvænt tölvu. Já, og ég held, þótt að sé bara mín persónulega skoðun, að það sé vegna þess að Íslendingar hafi bara aldrei fengið mjög góða þjálfun í að skynja fjölmiðla frá faglegum hliðum. Við höfum alltaf verið svo vönd í að flokksblöðin og allt þetta. Við höfum alltaf verið svo vönd í að allir fjölmiðlar séu með erindi og við sem áskrifundur einhvers erum bara að styrkja okkar eigin skoðanir. Þau eru misjöfnurindin, maður. Já, það eru misjöfnurindin. En þetta er ágætt í spjall og já. Þannig ungu maður sem að gagnrýna okkur eldri. Það er gott. Þessi umræða einhver leiti þá því að þetta var í tilhörnum að sloga einhvern veginn að búa til einhverja, hvað heitir þetta, svona vitundarvakningu meðal almennings sem að, þú veist, þannig að bara að hafa almennilega fjölmiðla, sko. Ekki skilti út í bæ sem að er að hvetja fólk til þess að lesa fjölmiðla. Við bara hafa það verður almennilegt fjölmiðlaumhverfi. Sko. Já, bara hvað er í fjölmiðlunum? Það skiptir þetta máli. Við reddum því ekkert með einhver umræðu mikilvægi fjölmiðla, sko. Nei. Jæja, heyrðu, en þú ert með meira í kvöld, þú ætlar að tala okrið í olíufélögunum, sem er ekki vinsæll félag. Nei, við Runólfur förum yfir blóðuga sögu olíufélagana. Og hún er í stuttumáli eins og þið kannski þekkið, þeir eru nú gamlir hafrar í blaðamennsku, að olía kemur framan af öll frá Rússlandi, eða Sovétríkjunum eins og þið hétu þá, í skiptum fyrir aðrar vörur. Og þá er ekki bara ólöglegt verðsamráð, þá er bara fast verð og allir kaupa það sama. Svo leið og þessu líkur og svona hinn frjálsi markaðar á að taka við, þá fara náttúrulega að verða vandræði. Hinn frjálsi markaðar, við svo mikið að segja það. Já, og við þekkjum dómsmálin sem urðu. Þeir náttúrulega þeir kölluðu okkur fíbl, fólk er fíbl, sagði einn forstjórinn okkur, neytendur. Það var svo auðvelt að svindla á okkur. Og þetta er forsagan. Og nú bendir margt til þess að þeim finnist við enn meiri fíbl heldur en nokkru sinni og það er bara Runólfur ásamt ASÍ og fleirum. Það er bara alvarleg umræða og ákall það að ríkið bara þvingi olíufélögin til þess að taka mið af heimsmarkaðsverði eins og stóð til hjá Dönum fyrir allmörgum árum, en þegar tilkom þá þurfti þess ekki, vegna þess að þau hlýddu bara. Já. Sama með, ég hef oft tekið dæmi að þegar hagnaður banka í Noregi var of mikill, þá voru allir bankastjórarnir kallaðir fyrir þingnefnd. Já. Og þeim var bara sagt að ef þið gerir þetta aftur, þá fáið þið bara verra og þeir bara lækkuðu vaxtamuninn og lækkuðu minnkuðu okrið. Það var mörg dæmi þetta, það sem stjórnvöld beita sér. Það er svona, þú að þetta er bara einhverja heilagar kýrar úti sem eru að blóðmjólk okkur. Alveg bara. En það eru dauðakippir í nýfrjálshyggjunni.
maður finnur það núna. Hún ætlar að draf sig sjálf. Hún draf sig sjálf. Núna erum við farin að fá svona tillögur og það ekki einhver Jakob Bjarnar sem að skrifar endalausar þetta svo vitlaus tillaga. En af hverju stofnar ekki ASÍ bara olíufélag? En í gamla daga þá stofnuðu þeir alþýðubrauðgerðina af því það var, bakararnir voru okra á brauði, þá bara stofnaði alþýðusambandið sína eigin brauðgerð og það var rekið í 40-50 ár held ég. Skaffaði alþýðu Íslands ódýrt brauð og eins og oft gerist, við höfum oft talað þetta í sambandi við opinber leigufélög eins og til dæmis í ráðandi stöðu í Svíþjóð að þá raunverulega stjórna þau verðinu á markaðnum. Þannig að svona ef ASÍ eða ríkið myndi bara stofna olíufélag þá ertu bara, getur þú stjórnað verðinu á markaðnum. Og þetta í gamla daga, veitu hvað þetta í gamla daga? Það hét blandað hagkerfi. Af því að blandað hagkerfi var þannig að opinber þjónusta var bara á vegum hins opinbera, en síðan var atvinnulífið blandað. Það voru bæjarútgerðir og það voru ríkisfyrirtæki og það voru einkafyrirtæki og það voru samvinnufyrirtæki og sem að bjuggu til svona eðlilegt en síðan jafnvægi. En síðan var þessu öllu hent, þannig að eftir eru bara einkafyrirtæki og einkafyrirtækin vilja taka yfir opinbera þjónustu líka. Það ekki blandað hagkerfi. Það bara alræði auðvaldsins eins og sagt. Við erum kannski bara aftur á leiðin inn í svona lausnir. En tvennt sem hann langar að nefna svona í lokin þetta, að hann segir að munurinn á bensínverði Costco og Íslensku olíufélagana hafi aldrei verið meiri. Hann orðið 15 krónur sem eitthvað alveg mega. Var held ég 8 krónur fyrir þessu breyfnir, eitthvað svoleiðis, sem við erum áramótin. Og svo segir hann annað að með túristabombunni þá hefur stóraukið umferðarslysum. Erlendi ferðamenn á bíllegubílum alltaf að keyra á. Renna til í hálku alltaf. Og hann segir að þeim kostnaði hafa öllum verið velt yfir á okkur, Íslendingana, sem eru 365 daga ári gegnum tryggingafélögin. Og það er bara, góð ástæða, gott tilefni til að brýna okkur öll til að taka símtölin við þessi tryggingafélög og stórlækka iðgjöldin okkar bara með því einu að hafa samband við þau. Því að það er verið að okra og svíkja okkur í gegnum tryggingafélögin en ef við aðhöfumst og segjumst bara að fara eitthvað annað þá fáum við betur. Og þetta gerir þetta svona á eins og hálfsás fresti. Já, en þetta getum við ekki þeir sem að eiga bíl sem að nota jarðefnaeldsneyti ekki nema við getum prófað að fara upp í Costco en til dæmis allt fólki út á landi það fer ekki. En tölum við eitthvað kílómetragjaldið? Já, þetta er náttúrulega tengist. Það svolítið skemmtilega fréttir, það var útubílstjóri á Egilsstöðum eða fyrir austan. Hann fekk 90 milljónir, ekki? Jú. Og hann hefði keypt 27 sinnum kringum jörðina í janúar. Já. Var það ekki á 150 kilometra að meðaltali hverja einstu sekund? Það var svo stoppa. Já, eða 15. Og svo komur í fréttir það verið ekkert vandamál, þetta verið allt saman leiðrétt. Sendu bara tölvupóst á km@skattur.is. Og ég held að það póstól sé svolítið fullt, sko. Það sagði mér einhver sem að verið að hringja, hann var 51 í röðinni. Já. Hann ætlaði að fá leiðréttingu á kílómetragjaldinu. Þannig þetta er alveg rosa það er ábyggilega margir í heitapottunum að tala kílómetragjaldið. Já, þeir hafa ekki verið búin að hanna kerfi þegar þeir byrjuðu með þetta. Nei, ekki alveg gott. Við erum líka fyrsta þjóðin til að gera þetta með þessum hætti. Þannig að það er ekkert skapalón til þess að miða við. Og svo líka oft þegar þið kannist við þeir eru búið til svona tölvukerfi það á þetta að virka. Það tæknir maður síðan alltaf. Það bara virkar ekki. Þannig þegar ég gerði þetta í síðasta mánuði, þá gerði ég það 5. janúar. Og ég ætlaði bara að færa 1. febrúar, ekki að ræða það. Þarf það að vera 5. febrúar? Já, ok. Ég er með fastan þátt sem ég er að reyna að koma á fót sem að ég kalla íslensk menning sem bara stælar tilvísun í Sigur Nordal en hugmyndir er svo að ræða samfélagið og þess að deglu sem við erum á og breyttan heim og breytta svona sjálfsmynd og eitthvað fleira svona út frá menningu og listum og ég fæ svona fólk sem á bakgrunn þar og núna á eftir koma til mig Gía Sara Björnsdóttir sem er sviðslittakona og Páll Baldvin Baldursson sem vill láta kalla sig eftirlaunamann, Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri og Sverrir Norrland
allt saman hörku fólk og verður líflegar, ég get lofa því, það verður líflegar umræður. Barátta orðið, kannski? Já, og líka svo alvöru umræður svona hvert við erum að fara og sumulitir hugmyndin í að baka þetta að við erum ofta að tala svona efnaðasmál og við erum að tala pólitík og eitthvað svona. En svo eitthvað svona veikleiki í, við erum að tala spillingu og alls konar. Það getur verið eitthvað svona veikleiki í menningun okkar sem að allt þetta eru kannski bara sjúkdómseinkenni af. Þannig að þetta er svona tilraun til þess að ná svona, eins og þetta bara líka tilraun til þess að hafa bara skemmtilegt spjall. Já. Stundum segja að samtölin hérna við Rauða borðið sé eins og tala ókunnra í lestaklefa milli tveggja borga. Já. Bara fólk tekur upp samtal og að skemmta hvort öðru. Það getur verið galdrar, sko. Já. Ég held að það sé skemmtilega hópur. Því kannistu þetta, maður er svona að reyna að raða saman einhverju sem heldur að verði fjörut og skemmtilegt. Þú ætlar að fá annan hóp núna bara rétt eftir, eða ekki? Jú, bara við lásum það í fréttum í morgun að 8 gefa kost á sér í forvali VG til borgarstjórnarkosninga og bæði Stefán Pálsson og Líf. Og ég ætla ekki að tala við þau, en ég reyndi við alla hina 6 sem eru á listanum sem langar að verða borgarfulltrúar og ég náði 4. Þau koma Auður Alfífa Ketilsdóttir, Finnur Rækard Steinar Harðarsson og Hlynur Már Ragnheiðarsson. Og mér langar að kynnast þeim og fá að vita hvað þau hafa að segja og vonandi verður það líflegt spjall. Það er svolítið stemning fyrir nýju fólki, finnið þið ekki fyrir því? Svona, já, virðist það. Ég ætla náttúrulega ekki að spá fyrir úrslitið þessu prókjöri eða þessu forvali VG en mér finnst vera svona, já, fólk vill einhver endurnýjun. Það má vel vera að þeir sem eru fyrir eru bara, fólk eru leitt á því, við erum alltaf þannig heim að það er svo mikil ágengni í öllu, það er talað það svolítið í pólitík að fólk eru bara fljótar að fá leið á fólki og það er þannig að þú ert kannski alltaf með sama forsætisráðherra en eitthvað, það bara endar að það fólk bara leið á honum, það er fínt að skipta. Hins vegar er það að endurnýjun til þess að þingi á Íslandi er bara miklu meiri heldur en nokkurs annars. Þannig að oft heyrir maður, en þótt að sé þannig, að þá hefur maður oft ekki þátt í umræðu þar sem að fólk er að segja sé bara engin endurnýjun og þetta sé bara ægilega aðalatriði í íslenskri pólitík að ná meiri endurnýjun. En það er eiginlega hvergi meiri endurnýjun hér. Þannig að það er stundur sem að ganga, þið kannist auðvitað oft í umræðu, ganga svona gamlar hugmyndir. Við erum með færri þingmenn, heldur en aðra þjóðir, og ráðara, þess vegna koma þær ofta fram og fólk fær bara nóg. Sigurður Ingi er til dæmis gott dæmi um þetta. Hann er sjálfsögur ekkert verri en aðrir en hann er bara, hann er búinn að tapa báðum þessum þingsæti sem eftir voru í Suðurkjördæmi. Já, það er mjög áhugavert. Það var náttúrulega könnun í gær. Í hans sporum myndi ég bara segja mér þingmenn. Miðflokkurinn er búinn að toppa. Já, þetta er nú bara Agnarök sem að fá niður. Já, það er samskipti máli að maður var alltaf velta fyrir því. Ég meina geta þið farið upp fyrir Svíþjóðardemókratana, þeir eru fastir í 21-22%, eru ekkert að vinna á, það eru kosningar þar í haust, ég held að það verði vinstri stjórn sem að tekur við, eða sósíaldemókratastjórn tekur við í Svíþjóðs og ég er ekki að sjá, mín kenning er svo að þessir hægri flokkar, eins og miðflokkurinn, muni ekki vinna kosningasigur á Trump-tímum og það er lengi dæmi þannig með Suður-Ameríku og í Slóvakíu. En annars er þetta bara, það er svona mín kenning. Það er svona held ég að það er svona fannst mér gaman að fylgjast með þeim að fara upp og var svona velta fyrir mig einhvern tíma að reka þeir upp ykkur rjáfur. Það er bara svo mikið til af óanægðum sjálfstæðismönnum sem að þoli ekki útlendinga. Ég var nú að tala við svona fólk á miðjum aldri í Svíþjóð og það var kona þarna sem var að segja að hún undraðist hvað fólki sem hún umgengst mest, hvað er orðið haldt undir miðflokkinn og Snorra Másson. Að hann er svona að verða svona bara hálfguð hjá einhverju fólki. Ég hef tekið eftir í líka fólk sem áður hvíslaði stuðning sinn. Það einmitt er ófeimið. Það sem gerist náttúrulega. Við erum með einhverja menningu sem svona samkomlega það að við skulum ekki snúa þínu versta að öðru fólki. Við skulum ekki tala
við skulum gefa öllum séns og svona, og svo allt í einu rífur ykkur það og segir að þú veist þessi er bara að fara, þannig að hendum við þessu fólki bara aftur til Palestínu. Það var nú varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Já, og en að leiðu þetta fyrir í gang, að þá verður svona dettur samkomulagið að maður eigi að, ég man eftir þessu að ég fór til Álaborgar í Danmörku, hafði ekki komið til Danmörku í svona 15 ár og var þar að borða kvöldmatt með mönnum og dönum og var að kaupa ritstjórnarkerfi fyrir fréttatímann. Og þá allt í einu byrjaði þeir að tala útlendinga og ég hefði aldrei lent í þessu öðru. Ég hefði aldrei setið með ókunnugu fólki þar sem að menn leyfðu sér það bara að fara að tala einhverjum fordómum gagnvart innu og ég fekk að vera bara fyrir svona menningasjokki sem er þarna. En Danir höfðu lent í þessu. Þeir höfðu Anders Fogh Rasmussen hefði þurft að nota danska þjóðarflokkinn til stuðnings til að halda ríkisstjórnin gangandi. Gerði þetta þar með stofuhæft og allt í einu þá bara gaus þetta út. Og mér finnst þetta vera betra samfélag sem er þannig að við tölum ekki illa innflytjendur, við tölum ekki illa fólk sem er með aðra trú, við tölum ekki illa fólk sem er með öðruvís á litin og það er bara, þannig er það hjá okkur. En ef við gefum það eftir þá náttúrulega verður fjandilaus. Ég er nú með kenningum það að einu sinni höfðu við þá reglu að þú varst ekki að taka myndir af sjálfum þér. Nei. Og ef ykkur gerði það að það segir Bjössi, hvað er ruglegt að taka mynd af sjálfum þér? Og allir voru að skoða fjölskyldalbúmin og skoðu náttúrulega helst myndir af sjálfum sér en lét ekki á það að bera. Og þetta var svona félagslegt aðhald til að halda þessu niðri. Svo einhvern tímann tókum einhver mynd af sjálfum sér og sýndi, Bjössi tók mynd af sjálfum sér og sýndi mér. Nei, helvítar sniðu mynd af þér. Allt ónýtt. Bara endalausar selfies eftir það. Enginn að taka mynd af öðrum en sjálfum sér. Þannig að félagslegt aðhald, ég mótmæli. Félagslegt aðhald skiptir máli. Og ég hvernig talað til þess eins og Jens Garðar, þetta er óhugsandi að hann hefði sagt þetta í þingi fyrir 10 árum, 20 árum. Hann hefði verið tekinn bara af eigin flokksmönnum og það hefði verið talað yfir honum og sagt, svona gerum við ekki. Sigmundur Ernir gerði það í dag. Hann las yfir honum. Já, það var ekki í hans eigin flokk. Nei, ég er bara... Það er með miðflokkinn og sjálfstæðisflokkinn. Ég er að hæla Sigmundur Ernir. Já, en miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkinn hefur ekki þetta innra aðhald. Nei. Það er bara keppnum að hver getur gengið lengra. Herðu, en við leysum þetta... Og öðru sem er ráð og bróm. Þetta, sjálfstæðisflokkurinn var múlbundinir ráður, þingmennir. Herðu, Björn og Sigurjón, kæra þakkir og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka ég mest sem að breyti þessu samtal okkur í fjölmiðlum minni á að það sem heldur okkur gangandi er þeir áhorfendur og áhorfendur sem hafa gert áskrifundur. Þú getur slegist í þannig hóp með þið farað inn á samstöð.is, það er hnappur sem áskrifundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskrifundir sem er 2750 og máttborga meira vill. Og þið sem að viljið geti látið áskriftunar en sem félagsfélagin Alþýðufélag, það er mitt Alþýðufélag sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér á heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Nú ætlum við að sjá þess örstuttar auglýsingar og svo kemur vinstra fólk. Ég heiti Vala Kristín og ég trú á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir.
Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það stefnir í harðan slag hjá VG efstu sæti í forvali flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Það eru 8 sem gefa kost á sér. Það eru bæði Líf Magneu-dóttir, borgarfulltrúi, og Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi. Ég fengið hér að rauðaborðinu 6 sem eru ótaldir og gaman að fá að vita hvað þau hafa að segja og svona til hvers þau berjast, af hverju þau bjóða sig fram, af hverju þau gefa kost á sér. Og Finnur Rækast, þú ert sérfræðingur umhverfis- og loftslagsmálum, vertu velkominn. Takk. Þú ert Steinar Harðarsson, vinnuverndarráðgjafi. Já. Ert þú velkominn. Takk. Auður Alfífa Ketilsdóttir, þú ert smíðakennari? Ég starfa sem smíðakennari, já. Já, verð þú velkominn einnig. Takk. Og þá bara eftir að kynna þig, þú ert Hlynur Már Ragnheiðarsson, sjúkraliðanemi, ekki satt? Stemmir. Ljómandi. Takk fyrir að koma með skömmum fyrirvara og velkomin. Ef við byrjum kannski á því að ég fá að vita hve lengi þið hafi verið í VG og hvers vegna, og svona í leiðinni, hvers vegna þið eruð að bjóða okkur fram. Byrjum á þér, Finnur. Ég er búin að vera í VG frekar stutt, stökk inn í það í aðdraganda síðustu þingkosninga. Já. Þá var ég á kafi í umhverfisaktivisma og fór svo að pæla hvort ég ætti að reyna að beita mér fyrir umhverfismálum og öðru vettvangi. Þannig að þá var það VG sem var fyrir valinu. Já. Og það fór svo sem bara eins og það fór. Já, þið þurrkuðust út. Já, allavega við fengum ekki að setja á þingi. Það er náttúrulega ennþá með kjörna fulltrúa í sveitarstjórnum allt land. Já. En jú, það var skellur að fá ekki manninn á þing. En ég ákvað að prófa bara aftur núna. Já, prófa aftur núna. Og það er, ég er búinn að vinna núna í sambandi Íslenskra sveitarfélaga í 8,5 ár. Já. Og búinn að svona fá að setja mig inn í sveitarfélagamálin ansi rækilega. Já. Sérstaklega umhverfismála hliðina náttúrulega. Já, myndirðu segja að þú kemur fyrst og fremst með umhverfismálin að borðinu? Já, það náttúrulega er mitt sérsvið og það er, ég mun, ef að græna þráði í gegnum allt sem ég mun standa fyrir, allt sem ég mun berjast fyrir rauninni komist inn í borgarstjórn. En það náttúrulega dugir ekki að vera bara með umhverfismálin hreinu, sko. Þannig að mér langar að koma með inn í þessa baráttu, inn í þessa umræðu, húsnæðismálin, ódýrt húsnæði. Legg mikla áherslu á það, félagslegt húsnæði sem að Reykjavíkurborg á bara að bera ábyrgð á sjálf. Áttu sjálfur húsnæði? Ég eignast nýlega húsnæði sjálfur. Með risíbúð. Litla risíbúð? Það gekk ágætlega en við líka vorum í mjög heppilegri stöðu. Það er ekki allir svo heppnir. Nei. Þannig að það er mikið verk að vinna í húsnæðismálum og mér langar að berjast fyrir því. Já. Síðan er það umhverfisvænar samgöngur. Að bara stór efla strætó og meðan borgarlína er ekki komin. Hvað með það bara að hann verði frýr fyrir alla? Já, það er eitt sem ég langar að leggja áherslu á, að strætó verði gjaldfrjáls fyrir ungt fólk, nemendur og eldri borgara. Já. Það er bara svona lykilatriði í mínum huga ef við ætlum ekki að hafa strætó og gjaldfrjáls fyrir alla, að minnstakosti þá fyrir ungt fólk að byggja upp þessa menningu, þennan vana. Undir 20? 25 jafnvel og háskólanemar á ýmsum aldri og það skiptir ekki endilega máli á hvað aldrei maður er í háskóla. Tekjurnar eru alltaf læri þegar maður er í háskóla. Myndum við með þessu skrefi kannski ekki þurfa að fara í þessar kostnaðarsömu breytingar sem aldrei verðast ætla að eiga sér stað með borgarlínunni? Nei, ég held að borgarlínan sé framtíðin, sko. Það er engin spurning þá við þurfum að standa vörð borgarlínuna. Það er sótt að henni úr ýmsum áttum núna og það er eitthvað sem ég langar að standa vörð og ég bara flýta. Andri Snær kom með rosa góða hugvekju á viðburðarindur húsnæðismál daginn, þar sem hann sagði að það liðu 5 ár frá því að Kárahnjúkavirkjun orðið var nefnt að rita í fyrsta skipti og þangað til að búið að reisa stærstu vatnsaflsvirkjun í Evrópu. 5 ár.
Þannig að ef viljinn fyrir hendi, ef við þorum að setja peningana þar sem að árata í uppbyggingu á hágæða almenningssamgöngum sem borgarlína getum við gert það hraðar sko. Það var þetta tvennt og í þriðja lagi leikskólamálin, réttlátt leikskólakerfi. Það að mínum mati stór mistök sem að núverandi meirihluti að stefna í með þeirra leikskólatillögu. Og já, það eitthvað sem ég langar að berjast fyrir að leikskólakerfi verði réttlátt ekki bara fyrir starfsfólk leikskólana, heldur líka fyrir börnin og foreldrana. Það má ekki etja þessum tveim hópum saman. Gegn Kópavogsleiðinni. Já. Steinar, til hvers býður þú þig fram og hve lengi hefur þú verið í VG? Ég er búin að vera í VG eins lengi og elstu menn muna. Já. Ég er svo satt verið einn á stofnendum VG. Þannig ég er búin að vera í VG alla tíð. Já. Og ég er bara svona, klassísku vinstrimaður og sem legg áherslu á félagslega lausnir á flestum sviðum. Já. Og ég get alveg tekið undir með finni að húsnæðismálin eru mjög ég hef mikinn áhuga á húsnæðismálum og þeim lausnum sem við viljum koma til leiðar þar. Mér finnst til dæmis að Reykjavíkurborg hafi lagt allt of mikla áherslu á það að afla sér tekna með lóðasölu. Braski? Ekki beint braski en bara það mjög dýrt að fá lóðir í Reykjavík. Og upplýsingar sem ég hef verið að reyna að afla mér í sambandi við hlutfall af íbúðaverði, þá held ég að það sé nokkuð rétt að árið 2000 voru lóðagjöld eða byggingaréttargjöld 8% af byggingarkostnaði, en í dag er það milli 25 og 30%. Þannig að það er gífurlega miklu peningar teknir þarna inn. Ég hef í þessum aðdraganda og stundum áður sagt að það eru kannski 5 atriði sem mig langar að leggja áherslu á í okkar framboði og okkar samstarfi við voru til vinstri. Og það eru húsnæðismálin, það eru umhverfismálin, það er leikskólinn og það er umferðarmálin og íbúalýðræði. Mér finnst þessir 5 þættir þýðingamiklir. Og kannski engin sérstaklega meir en annar nema kannski húsnæðismálin og þá jafnvel líka hagsmunir leigjenda og sumir hafa bent á að fátækt hjá þeim sem eru bara fátækir í dag, það tengist dálítið því að menn eru kannski á mjög dýrum leigumarkaði og algjör vítahringur og alveg upp undir helmingur af útgjöldum heimilisins fer til húsaleigu. Og mjög fáir málsvarar mjög veika rödd sem þessi hópur hefur. Við munum leggja áherslu á þetta og það var mín vilji að húsnæðismálin verði í miklum forgangi. Hvernig myndir þú bæta stöðulegin? Mér finnst að Reykjavíkurborg eigi að breyta stefnu varðandi lóðagjöld og ekki leggja svona mikla áherslu að fá inn mikla tekjur af lóðagjöldum. En hvað var það leigjendur? Leigjendur, þá finnst mér að Reykjavíkurborg þurfi eins og margar borgir í Evrópu að leggja áherslu á bara leigustopp eða einhvers slags eftirlit eða stjórn á hvað hægt að krefja mennum mikla leigu. Opinbert inngrip. Já, það er ekkert róttækt í það. Þetta er víða í Evrópu. Í kapitalískum löndum Evrópu hafa menn gripið til þessa ráðs. Svo getur róttækt bara stundu verið gott. Ég tala ekki óskupin. En það er nú gaman að sjá okkur tvo hlið við hlið. Það er einhver aldursmunur á okkur. En áherslunar það sömu. Já, en er þetta ekki líka kannski það sem við þurfum? Það eru bara ólíkir aldurshópar að búa til stefnu saman og vinna saman og svona. Það er það sem ég held að þurfi alltaf rækjala núna í borgarstjórn, að bara eins og loft út og fá ferskt loft og nýtt fólk og sérstaklega kannski ungt fólk. Það hefur vantað mikið upp á að sjónarmið ungs fólks heyrist inn í borgarstjórn, hvort sem það er í húsnæðismálum þar sem að ungt fólk er sérstaklega í erfiðleikum eða í umhverfismálum sem alltaf ef ekki tekið vel á þeim þá mun það bitna mest á ungu fólki. Auður Alfríða, hvað kemur þú með helst að borðinu og hve löng er þín saga hennan VG? Ég byrjaði í VG á
landsfundi í Hveragerði árið 2003. Já, 2003 og hef verið í flokknum síðan með smá fílukastri til þess að gera nýlega félag. Nei, ég var er nú ekki leyndarmáli, ég var ekki mikill aðdáandi ríkisstjórnarsamstarfs við Sjálfstæðisflokk og gæti hafa tekið smá bara pásu. Já, þú hættir í flokknum bara. Ég hætti í flokknum tímabundið, já. En en það nú svolítið sem ég kom aftur og ég náttúrulega Sú ákvörðun nú svolítið kannski skrifið í dag þegar maður lítur aftur sem bara saga sigurvegarans að hafa ekki stutt á ríkisstjórn. Jæja, sjáum til 22. febrúar. Já. Nei, ég kom inn í VG og þá var það sem brann mest á mér þá var feminismi. Og ég var svona kannski fyrst og fremst beitti mér í kvenfrelsismálum. En ég valdi náttúrulega VG að því að það var fyrir mér var þetta bara svona heildapakki sem að rímaði mjög vel við mínar skoðanir. Það var bara friðarstefna og bara svona friðarstefna án einhverja hártogana og það var VG setti græna pólitík bara á dagskrá í rauninni og þú nefnir Kárahnjúkavirkjun, þarna var sú barátta bara á fullri ferð og það var Íraksstríðið og allt þetta og ég held að það sem að virkilega kveikti mér í vetur voru þessi leikskólamál og þessar tillögur sem að komu frá vinstri meirihluta í borginni fundist mér bara eiginlega svona kjaftsögg Var það? Já, vegna þess að það ég held að segja ekkert leyndamál að það víða erfitt að reka leikskóla í borginni. Ertu með því að skora Líf á Hólm? Nei. Ég ósammála Líf í því hvernig hún tókst á við þetta mál og hún veit það alveg, við höfum talað það en nei, ég held bara að það séu til aðra lausnir og mér finnst ekki hafa verið farin og ákveð í að skoða til dæmis bara alla þá fjölmörgu leikskóla í borginni sem við gengum vel. Það sem að starfsfólki ánægt, það sem að ég meina náttúrulega eiginlega allir foreldrar leikskólabarna í borginni eru ánægðir og ég held að það sé fullt af tækifærum til þess að skoða almennilega hvað gengur vel af því að þetta auðvitað stóra þetta ekki bara velferðarmál, þetta líka feministmál og þetta líka menntamál og þetta bara tengist öllu að við séum með almennilega fungerandi leikskóla og þetta er einn stóra feministka vinstri legacy-an í borginni að vera með almennilega leikskóla og ég vil ekki til þess hugsa að verði hróflað við þessu og ég vil ganga lengra og ég meina við í VG höfum lengi verið með þá stefnu að vera með gjaldfrjálsa leikskóla fyrir öll börn, ekkert eitthvað í 6 tíma heldur bara hafa á gjaldfrjálsa og mér finnst, ég saknaði svolítið í pólitík í dag að við hugsum bara róttækt út fyrir bóksið og séum svolítið skemmtileg mér finnst rosalega margt í umræðin fast í einhverju svona kapitalískum forsendum alls sem og það má aldrei hugsunni skemmtilegt en það mátti einu sinni við búum hérna í borg til dæmis sem eru sundlaugar út allt og bara opinbera sundlaugar og þetta ekki bara sundlaug með köldu vatni það eru bara margar típur af heitum pottum og líka kaldur pottur og svo líka sána og svo líka gufubað, skiljið mig og svo bara, nýbúið að endurgera Vesturbæjarlaugina, þetta bara svo flottasta spa og mér finnst þetta æðislegt Þetta verður allt margt fólk þar Já, akkurat ég meina, svo gamlir Vesturbæjarlaugar fuglar bara kvarta en þetta bara borgsegil búi maður heyrir dæmi ég meina, svolítið búin að mynda á heilunum en vinkona mín átti barn í skóla í París og 10 ára börn í þessum svona vinstri sinnaður hluti Parísar, þau fara í 10 daga skíðaferð í Alpana sem að þýðir bara öll börn sem færi gegnum þessu grunnskóla kunna á skíði þegar þau eru fullan og bara hugsa ykkur lífsgæðin og hugsa ykkur að þetta kostar ekki, þarf ekki að kosta mikið kostar smá, börnum sem eru kannski ekki úr skíðafjölskyldum hjálpa bara með að finna græjur og láta þetta virka ég vil að við hugsa þarna ég vil að við séum ekki bara föst í eitthvað svona einhverjum dúnvestum að tala bókhald Þú kemur bara svona með heiðarlega vinstri mennsku inn í þetta og mikla reynslu og prinsip augljóslega þetta sem að félagar þínu voru nefna með strætó hver skoðan þín á gjaldfrjálsum strætó í ungu fólki
Sko, mér svona nokkur atriði með ég glöggir lesendur Facebook síðuna minna vita að ég hef mikla skoðanir á strætó. Nei, auðvitað ég var að standa með borgarlínu, ég færði okkur ekki til að vera ósammála neitt sem sitja hérna, þú veist, ég þekki þið náttúrulega ekki persónulega, en kannski kemur og hleypur öllu já, kannski verður hann alveg bara nei, en auðvitað stöndum við með þessari borgarlínu og mér er svolítið svona leiðilegt bara að sjá hvernig þú veist, það er eins og að sé eitthvað svona smá svona upplýsinga, mér langar ekki að upplýsinga óreiða en það er svona smá eitthvað, fólk hefur ekki sett sig inn í endilega hvað þetta snýst, en þú veist í grunninn þá er borgarlína bara opaslega góður strætó. Þú veist, þetta er ekki, þú veist, nú er einhver svona hægri flokkar að byrjum einhvern veginn að þusa gegn borgarlínu og reyna að láta þetta sé eitthvað. Þetta er aðeins flóknara heldur en þessi bara til hægri, sko. Þetta hefur, dæmisagan Kárahnjúkavirkjun er alveg fín, en það er margt ískyggilegt sem ég bara upplifa mig sem blaðamann, hvað varðar þessu borgarlínu. Sko, það er kostnaður náttúrulega. Það er ákveðið úrræðaleysi, það er alltaf frestað einhvern veginn. Það eru ansi margir hikandi á þess að vera til hægri, held ég. Já, sko, mér finnst einmitt mikilvægt að ræðum þetta, sko, þessar hindranir sem að hafa einhvern veginn komið og þessi langa tímalína frá því að borgarlínan kom fyrst í umræðuna og hvernig staðan er í dag. Framkvæmdir eru hafnar, ég fagna því, þó að það sé bara 1 lota af 6 og það sé ennþá held í 5 ári að hún verið tekin í gagnið, samkvæmt núverandi áætlunum. Það hefði mátt gera þetta öðruvísi til að byrja með, fara hraðar í þetta, ljúka fyrsta fasa hraðar, bara til að fá fólk til að sjá að þetta virkar. En líka óþol okkar er mjög mikið vegna umferðarþungan sem er vandamál frá degi til dags. Já, en það sem ég er að segja sko er að, þú veist, við getum gagnrýnt fortíðina, en staðan er í dag eins og hún er og ég fagna því að það hafi hingað til verið staðið með borgarlínuverkefninu, það sé enda á dagskrá, bæði hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og ríkinu í gegnum samgöngusáttmálann. Og eru til peningar? Þetta eru 130 milljarðar í gegnum samgöngusáttmála held ég sem eiga að fara í borgarlínuna og við þurfum bara að halda áfram. Við megum ekki að núna stoppa og hætta við að fara að varpa einhver skugga á þetta mikilvæga verkefni sem er ekki bara mikilvægt fyrir umhverfið, þetta er líka félagslega til þess að fólk geti farið til staðans að þurfa að eiga bíl, sko. Mér langar aðeins að, sko... Við þurfum samt að Já, bara þegar við tala um borgarlínuna, ég er alveg sammála því, það á að flýta henni bara eins og kostur er. En á meðan borgarlína er sem sagt í byggingu, þá þurfum við að gæta því að sko, þau umferðarmannvirki sem fyrir í borginni, þau nýtist sem allra best. Og ég held að sumir af þeim sem að gagnrýna borgarlínu sem hrættur það að með borgarlínu þá muni menn þrengja að öðrum umferðarkostum. Og ég held að hvoru tveggja þurfi bara að vera til samtímis. Og einmitt að það er bara mjög miður að maður skulle ekki geta stjórnað umferðinni á þeim mannvirki sem við eigum þannig að full afköst náist. Þetta er eitt af því sem hefur hvað mest áhrif á bara lífsánægju á venjulegum degi hjá fólki og mörg okkar eru svo búin að læra einhver brögð að þau okkar sem hafa sveigjanleika. Við náttúrulega erum farin að læra að fara í kringum með svona húta, en það er ekkert allir sem að búa yfir þannig starfi eða er að vinna þannig starfa að hafi sveigjanleika. Og þetta eru hnökrar í öllum svona stóra verkefnum, en ég held að stóra myndin er svo að auðvitað þurfum við að hafa flotta róttaka framtíðarsýn til þess að bara þessi borg funkari áfram og við verðum ekki í þessum hnútum og mér finnst svona í þessum almenningssamgöngum málum þá tala stundum fólk eins og að við ætlum að taka alla bara kalla yfir 50 út úr bílónum sínum og fleia mig upp í strætó og segja hjólaðu! Sem er þetta góð hugmynd. Já, en hugmyndin er líka svona breytingar verða þannig að fólk kannski sleppir því að fá sér bíl númer 2. Að þú veist, krakkar sem eru vön að hjóla fá sér kannski rafmagnshjól og geyma að fá sér bíl þangað til að þau eru orðin 30 eða eitthvað svona og það allt léttir á þessu umferð. Því auðvitað erum við ennþá með bara rosalegt land undir almenna bílaumferð og ég sé það ekkert fyrir að breytist eitthvað hratt og örugglega. Takk fyrir þetta. Hlynur Már Ragnarsson, sjúkraliðanemi. Hvað ert þú búin að vera lengi í VFG? Ég skráði mig bara í VFG núna bara á sama dag og ég bauð mig fram í þessu forvali. Hef ekki tekið þátt í VFG áður. Nei. Hef ekki mætt á held ég neina fundi hjá VFG. Nei. Undanfarin ára hef ég skilgreint mig sem jafnaðarmann, hef verið í samfylgdinni en svona af og á. Upphaflega 2021 að þá var mér boðið af
fórustu samfélkingarnar þá að vera í fórustu velferðarhóps samfélkingarnar og var þar sko á upphafsdögum þess. En samfélkingin hefur verið hefur aldrei hentað mér vel og og Flóttinn úr samfélkingunni yfir VG, hann hafinn. Ég að upplifa sko, bara samfélkingin að fara alltaf meira og meira til hægri og ég harður vinstrimaður og réttlætismál og velferðarmál og heilbrigðismál og ég búinn að setja mig inn í ansi mörg málefni á undanförnum árum og skrifa margar greinar á Vísi og Þannig að þú sást tækifæri til að taka slæginn? Já, ég sko mér finnst bara algjörlega nauðsynlegt, mér persónulega sko, að vinstri á Íslandi sé andstætt sko, það að segja, ég búinn að afskrifa persónulega jafnaðarmennskuna. Ég eins og segi, undanfarin ár hef ég skilgreint mig sem jafnaðarmann. En ég sé það að á Íslandi, jafnt sem í Evrópu, að þá eru jafnaðarmenn í raun og veru búin að gefast upp á þessum félagslegu gildum sem að við virðumst vera sammála á þessu borði sem erum í framboði fyrir VG. Erum sammála þessi félagslegu gildi en þú veist, ég verð að segja að það virðist vera alla Evrópu sé búið að gefa félagsleg gildi upp á bátinn og svona stríðsmaskína farin að vera bara svona taka við sko, þú veist, við erum að sjá Kristrúnu, við erum að sjá Þorgerði Katarínu tala sko, við verðum að taka þátt í NATO og við erum að fjármagna stríð og svo náttúrulega íslenska ríkisstjórnin búin að kaupa vopn og svoleiðis. Vilt þú Ísland úr NATO? Já, ég andfallinn andsnúi NATO. Ég vil ekki að við séum í NATO. Nei, það svo sem ekki mál sem var að kannski borgast. Nei, það gerir það svo sem ekki. En ég held að vinstri verði líka bara í þessum kosningum sem að koma núna að skilgreina sig burtu frá jafnaðarmennskunni og þessum krata mennskunni sem að einmitt þessi pólitík sem að þessi stríðsmaskína í dag í Evrópu sem að að taka þátt í að hvítþvo helförina í Gaza og að taka þátt sko, að gefa Donald Trump sko leyfi að vera einhver friðarmálsvari í heiminum sko, það að segja þegar einhverjar friðaráðstefnur eða vera að tala sko þú veist hvernig að lesa málun til dæmis í Gaza eða eitthvað svoleiðis, að þá bara Evrópa að gefa Donald Trump leyfi til þess að stjórna málum og það bara stríðs sko áróður sem að kemur frá Evrópusambandinu. Ég vil ekki að við förum í Evrópusambandið. En þetta bara atriði sem að jafnvel þótt að þessu ekki beintengt borgarmálunum, þá skipta þau almenning alltaf máli. Já, en hvað var það sérstaklega borgina? Hvers vegna þú góður borgarfulltrúi, VG og vorst til vinstri? Hvað það svona í fariðinu sem að myndi gera það góðan borgarfulltrúa? Borgarfulltrúa? Já, sko ég met réttlætismál og velferðarmál vera eitthvað sem að allir borgarbúar njóta góðs af. Og ég algjörlega þar að þegar ég sé tilefni til þess að búa til réttlæti, þá ég þar og skrifa undir það. Og velferðarmál, þegar við eflum velferðarmálin, þá eins og segi, borgarbúar græða allir á því. Geturðu nefnt með dæmi óréttlæti sem stýrt á hálfu borgarinnar núna? Ég get náttúrulega nefnt ansi mörg, en ég skal nefna í raun og veru dæmi sem ég hef nefnt áður og það mér persónulega tengt. Ég sem sagt ólst upp sem á fósturheimili og frá 8-16 ára aldurs og ég hef verið í baráttu alveg síðan þá. Ég 42 ára í dag og ég hef verið í baráttu við réttlæti í þeim málum og hef ekki notið sko ekki fengið stuðning frá borginni í þeirri réttlætisbaráttu. Hvað snýst baráttan, segir þú? Baráttan snýst að styrkja sem sagt réttindi fósturbarna, kom í veg fyrir vinnubrögð eins og voru viðhafin á heimilinu sem ég var á innan Reykjavíkurborgar, þar sem að fósturforeldrunum sem ég var með frá 8-13 ára aldurs var sagt upp í hagræðingarskyni
og fékk sko vaktastarfsmenn sem mína forræðis aðila frá 13-16 ára aldurs sem að olli því að ég hef búið við kvíðaröskun síðan sko. Gengur vel í dag og að klára sjúkralega nám og hérna nýt minn rosalega vel í slíkum störfum. En þetta samt eitthvað sem að skiptir mig máli og hérna og skiptir alla borgina máli. Það að segja skiptir máli að við tökum á svona málum á réttan hátt. Þannig að réttlætið skilja sér. Einmitt, takk fyrir þetta. Þá veit ég miklu meira ykkur, heldur en ég vissi fyrir 30 mínútum eða svo, sem guðsþakkavert. En mér langar aðeins hérna vegna þess að Líf, þetta var mjög klaufalegt start eftir að VG og voru til vinstri hjá Sönnu ákvaða að dansa saman. Þá kemur hérna svona virðist verða núningur hjá Líf og kannski hélt hún á þeim tímapunkti að það yrði bara stillt upp eða eitthvað. Urðu einhver læti svo í VG? Urðu flokksfundir og niðurstaðan núna þetta forval? Hún eitthvað annað heldur en búist það að verið við eða hver sú saga? Nei. Þetta svo sem engin leiðindi og ekki neitt, bara greinilega einhver óheppileg mistúlkun kannski á ákvörðunni. En ég held að á þessum 80 manna fundi ef einhver hefði verið spurður hvað niðurstaðan væri, þá hefði það verið að við hefðum ákveðið að fara í samstarf við voru til vinstri, Sönnu og félaga, sem ég finnst gríðarlega mikilvægt og setja þetta bara í fortíðina og skilaboðin núna eru bara, og það sem ég finnst mikilvægast við þetta samstarf sem ég kalla nú mikið eftir í aðdraganda þess að þetta var ákveðið, mikilvægið að við sameiginlega bjóðum núna upp á raunverulegan valkosti vinstri megin við samfélkinguna, það vonin. Borgarbúar eiga skilið að fá einn augljósan valkost vinstri megin við samfélkinguna. Við heyrum það að það óánægja með ýmislegt sem hefur verið gert og við skuldum bara vinstrisinnum borgarbúum að koma með róttæka vinstristefnu inn í þessar kosningar. Já, og þið þurfið ekkert að slá af, þið getið bara spísað ykkar vinstristefnu núna og hérna yddað hana og markarað ykkur sterklega með öðrum hætti heldur en hinn flokkarnir. Já, ég held að... Já, það enda sósíalistaflokkurinn, en það veit nú enginn hvernig fer fyrir honum. Nei, ég ætla að segja, það var alveg rétt hjá Líf auðvitað, að það ekkert búið að ganga frá endalegum listum. Nei. Þannig að ég skil alveg að hafa kannski slegið hann að þessu verið slegið svona upp í fréttum, en þessi fundur var alveg sammála og það var alveg augljóst að þetta væri það sem við værum að fara inn í. En svo þetta á eftir að ganga frá endalegum listum og félagsfundur samþykkir það alltaf á endanum. Bara eðlilegt formsatriði í rauninni. En hefur þetta verið vaninn kjörtímabilinu undan að fara þá leið sem farin núna til þess að velja fólk? Með forvali? Já, þetta held ég bara alveg samkvæmt hæðinni. Nánast, já, það hefur komið fyrir að menn hafa stilt upp. Hvað haldið að mörg atkvæði verði greitt þetta? Hvað má giska á að svo verði? Í forvalinu okkar? Já, núna. Það veit ég ekki hugmynd. Nei, hafa verið svona í kringum 800. Já, hafinn eru nýjar meldingar inn í flokkin? Fólk að skrá sig í flokkin til þess að geta kosið? Nei, það opið fyrir þær skráningar. Og snemt að spá fyrir það. Mér langar aðeins að tala stemningu. Samfóð náttúrulega kannski einhverju leyti klofin, en það samt einhver stemning sem fylgir því að þau hafa fengið nýtt andlit. Miðflokkurinn búið nú endalaust kraftaverk og allt besta fulltrúa fólk alheimsins. Þar nú augljóslega svona smá stemning þegar hafa verið að fá byr í skoðanakönnunum, svona kannski ekki mjög mikið í borginni, en það svona sjálfstraustið allt í lagi þar bæ. Svo eru sjálfar með einhverjar hreinsanir og þeir ætla að slípa sinn lista og koma kannski aðeins minna klofnir til leiks í ár heldur en stundum áður. En af því að VG eins og við vorum að tala áðan ekki með fulltrúa lengur á Alþingi og svona, og sumir vilja bara segja í útrýmingar hættu, formaðurinn búin að tilkynna það að Svandís að hætta og svona. Hvernig er þetta bardagi bara upp á líf og dauð? Er það svolítið stemningin hjá ykkur núna? Það náttúrulega mikilvægt að rödd vinstrisinns heyrist áfram almennilega og hátt inn í borgarstjórn, þannig að það náttúrulega bara á meðan VG til
og við erum sannlega til og það stemming, mjög góð mæting á þennan félagsfund sem ég nefndi áðan og mikill áhugi fyrir þessu samstarfi við Voru til vinstri. Já, þannig að það skapar stemningu. Þannig að það skapar stemningu, það að við getum samanast það sem við erum sammálum og unnið saman að því að bara innleiða vinstristefnu inn í borgina, koma með félagslegt húsnæði, umhverfisvænar samgöngur, réttlátt leikskólakerfi og svo framvegis. Þannig að stemmingin er til staðar og það, sko, mér finnst það bara okkar skylda sem flokkur að bjóða fram í þessum kosningum til þess að okkar stefnar komi í stað, sko. Það er ekki valkostur einhvern veginn að við ákveðum bara að leggja okkur niður þegar okkar málefni eru ennþá brýn. Það, sko, erindið er ennþá mjög skýrt og þó að, eins og nefnir, sko, að Svandís hafi tilkynnt að hún ekki stig til hliðar á næsta landsfundi hjá okkur. Það kemur alltaf maður í mann stað og hún er búin að sinna sínum hlutverkum innan flokksins mjög vel, búin að skila sínu og meira til. Þannig að ég sé það ekki sem neitt sérstætt merki að flokkur sé að loknast út af, sko. Þetta verður einhverju breytingar og verður mjög gaman að vinna með Voru til vinstri núna í vor og vorandi ná góða mánugur í kosningunum og svo bara sjáum við hvernig það samstarf þróast í framhaldinu. Steinar, lítur þú þetta sömu augum? Sérðu samstarfið við Sönnu og félaga sem einhvers konar stiklustein til þess að spretta upp? Já, ég sé það sem bara jafnvel nýtt upphaf á svona vinstri væng í Reykjavík og bara þessi fundur þar sem þetta var afgreitt, 80 manna fundur, var ákaflega, sko, bara, það var mikil eindrægni og mikil ánægja og svona fundur, það er langt síðan mann hefur liðið svona vel á svona stórum fundi. Og það finnst mér bara gott tákn það hvernig við ætlum að hafa okkur í þessari baráttu. Og kannski verður þetta til þess að vinstrið getur einhver lítið starfa betur saman. Það eru, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvaða atriði það eru eiginlega sem að skilja okkur frá kannski sósíalistum eða vinstra fólki sem er vinstra megin við okkur eða telur sig vera það. Það er einhverjar bara ákvæmlega litlar einhverju núansar sem það getur nú verið persónulegir eiginleikar sem hafa mikið með það að segja. En sko stefnan okkar í þessu framboði, ég held að hún sé mjög svona samhverf og samstæð og það sé ég nánast ekkert sem að skilur okkur að. Mögulega hefum við svona lagt kannski meiri áherslu á umhverfismálin og kvenfrelsið heldur en svona hefðbundin vinstrið hefur verið til sósíalistaflokknum. Umhverfismálin hafa bara verið dauð núna misserum saman. Þau hafa verið dauð, já. Og ég held bara að sko almenningur á landinu sakni umhverfismálana úr þinginu. Þar er bara nánast engin áhersla á umhverfismál og vinstri raddir eru engar. Og eins og hefur komið fram hjá Hlín, það er bara samfylkingin hefur færst verulega til hægri. Ég held að sé bara allir sammála það. Ég held að þau séu sjálfsammála það. Og þau eru sjálfsammála það og þá bara opnast meiri möguleiki fyrir vinstra fólk, vinstra megin við samfylkinguna. Dauðafæri. Dauðafæri. Já, líka bara, við sáum það í síðustu kosningum að þú veist, þá var auðvitað mikil stemming fyrir að refsa af VG og það sumuleyti bara alveg skiljanlegt, sko, og ég meina vinstri kjósendur eru svolítið svona heilagir kjósendur, þú veist, við erum svona fólk sem að einhvern veginn blandar saman skoðunum okkur og sjálfsmynd og þegar að einhvern veginn okkar fólk er alltaf inn og farið bara eitthvað að dansa við Bjarna Ben, þá erum við ekkert alveg til í þetta, sko, og einhvern veginn tökum það svolítið svona einhvern veginn inn á okkur, held í öðruvísi heldur en að kannski sjálfstæðismenn gera. En það við sáum líka alveg að það voru þarna margir flokkar, mörg framboð sem að fengu ekki inn mann og samtals voru þessi flokkar sem erum með svona held ég að mörgu leyti svipa þengjandi kjósendur voru með hvað voru ekki 20.000 atkvæði? Já, 20.000 atkvæði, 10% held ég. Og það er, þú veist, það er svo stór hópur sko sem að fær ekkert fyrir atkvæðið og þess vegna fannst mér það rosalega mikilvægt þegar Vinstri grænir Reykjavík fóru að stað í að bara tala við hinn framboðin og bara mér finnst það mjög virðingavert af félögum mínum að svona taka það samtal alvarlega af því að, þú veist, á endanum snýst þetta ekkert eitthvað vinstri græn eða ekki vinstri græn, sko, eða, þú veist, þú voru til vinstri ekki, þú veist, það er bara tæki til þess að koma ákveðnum málefnum fram og vinna ákveðnum
hugsjónum og halda ákveðnum bara svona atriðum til haga og þú veist, mér finnst ef við getum bara saminast það, þá finnst mér það bara æðislegt og ég meina, þú veist, náttúrulega málefnilegur ágreiningur milli okkar og sósíalista hefur náttúrulega verið bara hverfandi, sko, þú veist, en ég meina við hefum svo líka bara mjög miklu málefnilega samleið með samfélagi, eða höfum haft, sko, og þess vegna höfum náttúrulega getað unnið En samfélkingin náttúrulega augljóslega að skiptum leiðtoga meðal annars til þess að geta unnið til hægri. Þau búa sig allt eins undir nýjan meirihluta með sjálfstæðismönnum. Ég held að það liggi alveg fyrir, ljóst fyrir. Ég held að við erum líka að tala sko trúverðuleika sem sagt borgarbúa gagnvart stjórnmálanum. Vinstri græn náttúrulega fjallu af þingi í síðustu alþingiskosningum vegna þess að náttúrulega vinstri á Íslandi var náttúrulega mjög ósátt við samstarfið við sjálfstæðisflokkinn og þetta var náttúrulega þú veist, ég meina margir sem töluðum að vinstri græn hafi svikið öll sín loforð til dæmis og og það er næsta landsfundi þá að vera að kjósa nýjan formann. Persónulega, ég náttúrulega kem núna nýr inn í VG og náttúrulega hef ekki komið fyrr inn vegna þess að ég náttúrulega einn af þessum sem að var náttúrulega mikið að mótmæla þessu ríkisstjórnarsamstarfi og gat náttúrulega, þú veist, ekki skráð mig í slíkt partí, sko. En ég held að persónulega sem nýr að koma inn í VG núna tel ég mikilvægt að það sé ekki einn af þessum þingmönnum sem að voru í þessari ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum sem að verði næsti formaður VG vegna trúverðuleika. Þannig að þetta fólk sem að hefur verið í forsvari fyrir VG er náttúrulega þekktasta fólkið, skilurðu. Þú vilt uppstokkun í forystu flokksins. Já, þú veist, við erum að tala trúveruleika. Þú veist, hefur þjóðin trú á fólkinu sem að vann með sjálfstæðisflokknum og sveik öll lofur sín í þessari ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum? Ég held ekki, sko. En hvað með forystu VG innan borgarinnar? Ertu sáttur við Líf og Stefán? Ég hef ekkert slæmt út á þjóðarsætti. Nei, einmitt. Sko, við eigum eftir svona 5-6 mínútur. Mér langar í lokin að kasta bara svona nokkrum umræðefnum á borðið. Og þið með bara grípa boltan tala það sem þið hafið á að ræða, sko. Það sem þessi þungaumferð sem við höfum að stipla það. Það eru ljóthús og skipulagsmál í víðri mynd og tengist náttúrulega lóðanum sem var maður að það eru skólamálin. Það er mjög hár stjórnsýslu kostnaður. Það er samanburð við Akureyri sýnir að sko maður skildi ætla stærðarhagkvæmni væri hægt að mæta á svona fjölmennu sveitarfélagi miðað við Akureyri. En ég held að það sé næstu tvöfalt hærri stjórnsýslukostnaður hér. Margir millistjórnendur hafa oft talað um fjölda upplýsingafulltrúanna og alls fólksins sem að, ég er ekki að tala um fólkið sko, sem er að vinna á leikskólanum og starfsmennina sem að tæma ruslið og allt það, fólkið sem er sannlega á götunni heldur. Bara það er mjög mikil umræða út í bæ sukk og allt og marga deildastjóra og millistjórnendur og allt það. Og þyrfti nú væntanlega hugur ekki til þess að ráðast eitthvað að því. Nú kjör borgarfulltrúa er náttúrulega mjög góð og við eiginlega skerum okkur frá öðrum borgum hvað varðar bæði gríðarlegan fjölda borgarfulltrúa og svo eru 8 varaborgarfulltrúar á fullum launum. Sko, þetta er svona þetta er það sem ég heyri og ykkar lausnir einhver, með bara Sanna gaf nú hluta af sína launum í ykkur góðgerða málefni. Ég meina það er náttúrulega góð hugmynd að reyna að nota þessi háu laun í eitthvað svona sem að býra með til trúveruleika og almenningur svona sér aðeins það er nú betra að gera eitthvað svoleiðis. Já, það er eitt ansvarið, getur maður sagt. Ég held að borgin hafi farið of langt í að útvista alls konar verkefnum og það útvistun, hún er eflaust einhvern tíman sparar til skamms tíma en ekki til lengri tíma. Og ég held líka að borgin hafi með þessari útvistunarstefnu sinni mist dálítið mikið af sko þekkingu sem þarf inn í borgarvirkið sjálft til þess að til dæmis geta fylgst með verklegum framkvæmdum og við sjáum bara hvernig ýmsar verklega framkvæmdir hafa farið algjörlega í vaskinn hjá borginni
og það held ég að geti bara helgast af því að menn hafa ekki lengur innan borgarapparatsins þá tækni og þekkingu sem til þarf. Svo talar maður ekki skrifræðið og fjarlægð frá hennum almenna borgarbúa. Hvað hægt að gera við því? Verður að vinda ofan af háttum borgarinnar? Það var nú umræðum þetta á félagsfundi sem við vorum mörg á ekki bara helgina og þar með vorum við að taka dæmi það vantar svona þessa mannlegu hlið, það er það sem fólk vill, við erum félagsverur og það þarf að mínum mati, það tengist kannski íbúaliðurinn einhverju leyti, að það sé auðveldara fyrir íbúa að komast í samband við manneskju, við viljum heyra rödd hvers annars, við viljum sjá andlit, þannig að það er eitthvað sem er alveg gott að taka dálítið hressilega á, en til að grípa bolta með uppbyggingu og húsnæðismál og nefnir ljót hús, þá erum nú viðburði í Norræna húsinu daginn hvernig við byggjum fyrir fólk, það er það sem ég vil gera, að við byggjum fyrir fólk en ekki fjárfesta, eins og staðan er í dag, allt og gróða miðstefna í rauninni hjá borginni, eins og Steinar kom inn á með mjög há byggingaréttargjöld, en við þurfum að passa okkur líka umræðinu ljót hús og ekki ljót hús, það er náttúrulega bara persónulegt mat hversu eins, það sem þarf að tryggja. Á einhverjum tímapunkti hættir þetta að vera skoðun og verður einhver svona almenn. Já, og ég er komin að það en þú veist ekki kannski bara nöldur, þú veist mér finnst þetta að vera svona auðvitað að segja ljót hús en ég held að við náum ég hef ekki sagt það fyrir ári ég held að við náum að koma upp úr kannski þessari umræðum ljót hús og allt það, ef við tryggjum að uppbygging húsnæðis sé fyrir fólk, að uppbygging sé samræmd við uppbyggingu á hágæða almenningssamgöngum, í samræmi við aðgengi að leikskólum og skólum, í samræmi við aðgengi að grænum svæðum og gróðri og það er náttúrulega að spila náttúruvernd, stórt hlutverk að við séum að standa vörð þau svæði sem er ekki búið að raska of í borginni. Þarf ekki fleiri græn svæði? Og það þarf algjörlega fleiri græn svæði, það er bara skortur á þeim víða borginna og þetta er það sem ég er að segja ef við tryggjum að áframhaldandi uppbygging húsnæðis í borginni sé á félagslegum grunni og sé ódýr og óhagnadrifin og að þetta sé samræmt við aðgengi að grænum svæðum og aðgengi að þessari grunnþjónustu sem eru almenningssamgöngur, skólar, leikskólar, þá eru við bara komin á dálítið gott ról aftur. Hvernig útrýmum við biðlistum á leikskólan í sumum hverjum? Ég held að við bara þurfum að ég held að við ættum bara að fara í stórátak í leikskólamálum, setja bara í alvörun á dagskrá og fara bara í alvöru bara metnaðarfulla uppbyggingu, byggja hús, gera við þau hús sem eru biluð, bara skoða hvað gengur vel, ég er alltaf með þetta. Kannski þurfum við að tala meira upp þetta leikskólastarf, leikskólakennarastarf, af því að mér finnst við hafa séð svolítið mikla neikvæðni undanfarið það, en ég held að allavega þessi leikskóli sem ég fer inn á hverjum degi, mér langar svolítið að sækja vinnu þar, því að ég bara horfa á þetta yndislega starfsfólk sem er að vinna í teimum og fyrir út 2 á dag og fara að heita mat, ég held að megi alveg fara í eitthvað svona samstillt átakið þessum málum og ég held að þurfi ég held að þurfi bara að sína metnaði og hætta að horfa á þetta alltaf sem eitthvað kostnað sem er sligandi og bara horfa á þetta sem bara metnaði fulla þjónustu við okkar yngsta fólk. Fjárfesting í samfélaginu, það er það sem ég finnst ég algjörlega sammála þessu að við þurfum að fjárfesta í leikskólakerfinu, það er að sinna rosalega mikilvæga starfi og við þurfum að fjárfesta í húsnæðinu, starfsaðstöðum en líka bara starfsfólkinu, bara hækka launin en frekar er mitt mat. Þurfum við ekki að bæta laun leikskólakennara, er það ekki Jú, eða fjölga en svo hefur líka margt verið gert, það hafa verið hækku launin segi, þau hafa hækkað til dæmis þannig að ófaglært starfsfólk leikskóla er með betra kaupheldur en til dæmis bara starfsfólki verslunum og það var þetta eina leyfisbréfs, þá var smá flótti og við að sjá hvort að fólk kemur tilbaka í því og svo hefur verið líka, það hefur verið minnkuð kennsluskyldan og aukin undirbúningstími og ýmislegt svona, þannig að við sjáum líka, þetta er allt svona frekar nýlega breytingar og við að sjá hvort að það kannski er eitthvað að jafna sig, getur verið að eitthvað af því fólki sem að fór úr leikskólanum upp í grunnskóluna sé kannski bara smá hugsa að fara tilbaka, eða hvað, það bara Já. Ég ætla að ljúka þessu einni hraðaspurningu í lokin til ykkar allra. Reykjavíkurflugvöllur vera að fara? Við þurfum að finna nýja stað og gera það í alvörunni. Sem fyrst. Þú? Fara. Þú? Lesti Keflavíkur fara. Já. Og þú? Vera. Fyrirgeðu Ísafjörður. Er tími í 2 mínútur? Já,
Eina mynd. Bara ég sakna mjög verkamannabústaðakerfisins. Já. Við gerum það. Og ég tel að Reykjavíkurborg eigi að fara í það að byggja óhagnaðardrifið söluíbúðir. Jafnframt sem að byggja leigubúðir. Þetta sem margir sammála. Tekum undir. Allir sammála með þetta? Já. Og lest. Ég stuði mikið lestur að byggja flóð. Sammálaðis lestin. Það er stórhug. Nei, í alvöru. Stór, þetta er nóg peningum. Stór skref. Þetta er þessu rugli. Já, það er til eitthvað af peningum. Ég er ekki viss með þeim sem nógu vel varið. Nei. Við erum stundum að gera grína við blaðamenn, við vitum ekki alveg hvort upplýsingafulltrúðin séu 8, 10 eða 12. Nei. En þeir eru allavega fleiri en dvergarnir 7. En kæra þakkir fyrir komuna, Finnur, Steinar, Auður, Alfífa og Hlynur. Búið að vera virkilega upplýsandi og skemmtilegt að fá ykkur og gangi ykkur vel í þessum slag. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhörvendur, nýr kafli eftir andartak. Ég held að